Sælverði, Björgvin Ívar heiti ég og í þessum þætti ætla ég að fjalla kvikmyndatöku. En það fyrsta sem að kvikmyndatökumaður hugsar þegar hann að fara að taka upp atriði hvernig hann ætlar að ramma inn atriðið sitt og skera myndrammann og hvaða sjónarhorn hann ætlar að nota. Við skulum byrja á því að skoða hvernig við römmum inn atriðið og skerum myndrammann. Hér víðmynd þar sem umhverfið viðfangsefnisins sést vel, en svona skot eru gjarnan notuð í upphafi atriða til að áhorfandi átti sig vel á aðstæður. Hér færum við okkur svo nær, en samt þannig að viðfangsefnið sést í heild sinni. Hér erum við svo komin inn í það sem við getum kallað hálfmynd, en þá sést bæði í höfuð og búk viðfangsefnisins. Í nærmynd erum við komin ansi nálægt viðfangsefninu og jafnvel farin að klippa ofan og neðan af því. Í hlutamynd nálægðin það mikil að aðeins sést í afmarkaðan hluta þess sem að mynda er. Sjónarhorn, þau segja mjög mikla sögu. Ef við tökum til dæmis uppundir viðfangsefnið eða úr svokölluðu músarsjónarhorni sem alveg frá jörðinni, þá lítur viðfangsefnið út fyrir að vera stórt og voldugt. Ef við tökum upp niður á viðfangsefnið eða förum alla leið beint fyrir ofan það úr svokölluðu fuglasjónarhorni, þá lítur viðfangsefnið út fyrir að vera lítið og viðkvæmt. Í kvikmyndatöku eru atriði yfirleitt leikinn aftur og aftur alveg í gegn frá upphafi til enda og myndavélinni stillt upp á mismunandi stöðum í upptökunum. Af öðrum sjónarhornum sem gjarnan eru notuð má kannski nefna sjónarhorn persónu sem verið að kvikmynda.